Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Eining Iðja hefur undanfarin ár látið Gallup kanna afstöðu félagsmanna sinna til ýmissa mála, auk þess sem spurt hefur verið laun, ánægju í starfi, samskipti við vinnuveitendur og fleiri tengd atriði. Nú liggja niðurstöður fyrir á nýjustu könnuninni. Byrjum á heildarlaunum félagsmanna Einingar Iðju en starfsvæði félagsins Eyjafjarðarsvæðið. Meðaltals heildarlaun hjá bæði konum og körlum, þess að þeir eru búið að taka saman meðaltalið, það eru 463.000 krónur. Það reyndar, kallarnir eru með 503.000 og konurnar með 422 skall. Hvað með í dagvinnulaunin þá? Þar eru kallarnir með 367.000 kall meðan að konurnar eru með 361.000 og það sem hefur gerst frá því ég var síðast að konurnar hafa hækkað meira í launum heldur en kallarnir, bæði í sambandi við heildarlaun og í sambandi við dagvinnulaunin líka. En hvað hafa launin verið að hækka mikið á árinu? Þetta svona, heildarlaunin hafa hækkað kringum 20.000 krónur á mánuði og dagvinnan hefur hækkað aðeins minna en sem konurnar meira en kallarnir minna. Eru þetta þá í samningsbundnar hækkanir? Þetta umfram samningsbundnar hækkanir allavega hjá konunum, það er alveg á pari við kallana. Eru þið búin að greina það hvers vegna laun kvenna hafa hækkað svona mikið umfram kallana? Nei, ekki beint en það voru gerðar ákveðnar leiðréttingar í sambandi við sveitarfélagasamninga og mér sýnist það sem er nú meirihluti konur sem að vinna og mér sýnist að það sé eitthvað að skila sér. Hvernig líður Einingar Iðju félögum almennt í starfi? Með þessa könnun þá líður þeim bara nokkuð vel og það sem hefur kannski komið í ljós núna er það að fólk er að líða betur núna heldur en kannski undanförnum árum og í undanförnum könnunum, þannig að það er mjög jákvætt. En hvað með starfsöryggi? Já, það er vel yfir 50% sem að segjast vera í mjög miklu starfsöryggi og það hefur aukist líka, þannig að það virðist einhvern veginn svona sem að tíðarandinn og svona jákvæðnin kannski er að skila sér. En hvað með vinnutíman, er mikið yfirvinnu? Það er svolítið yfirvinnu en heildartími ef maður er búin að skoða þá stendur það raunverulega í stað og það er kannski svolítið skondið í þessum 7 könnunum sem við erum búin að gera þessum 7 ár að þá munar held ég innan við klukkutíma á því hvað menn hafa rokkað til í yfirvinnu. Maður tekur eftir því auglýsingum frá félaginu þá er verið að hvetja fólk til þess að skoða sína launaseðla. Hvernig er staðan? Já, það eru 12% þeirra sem svaraði könnunni sem að skoða sjaldan eða aldrei launaseðlinn sinn sem er reynda bara mjög svipað og var í fyrra, þó er að heldur skárra. Við kannski höfum líka verið að leggja okkur svolítið í það að auglýsa og vinnustæðafundum annað hvetja fólk til þess að skoða launaseðlana. Og það sem við hefum allavega orðið var við er það að fólk er að koma miklu meira með launaseðlana sína núna, láta okkur skoða þá og svona það er eitthvað hefur þetta virkað en það eru allt og margir sem eru ekki að gera þetta í hvert skipti sem þeir fótborga. Hvernig stendur á þessu? Ég held að eftir að var hætt að menn fengur svona seðla í hendurnar, þetta inn á netbönkum eða ég Akureyri eins og sveitarfélögunum og fleira, að þá er fólk bara ekkert að fara að skoða þetta. Þetta sem á að vera betra aðgengi og móta þjálfum og fleira, að það virkar ekki þarna allavega. Launaseðlar geta verið flóknir, skilur fólk launaseðlana almennt? Það er mjög mikið það að fólk skilji ekki launaseðlana og þess vegna er það kannski að koma til okkar í auknum mæli til þess að fá útskýringar en það mætti hafa launaseðla hjá mörgum fyrirtækjum skýrari heldur en þeir eru. Þið létu líka kanna sérstaklega hvort að fólk hefði leitað til læknis á undanförnum 12 mánuðum. Hver er niðurstaðan þar? Já, þið höfum orðið var við það að fólk sem sagt vegna fjárhagsstöðu sinna þá hafi það ekki farið til læknis eða tannlæknis og fleira og það sem kemur í ljós er náttúrulega grafalvarlegt mál að 38% af þeim sem svara könnuninni hafa á síðustu 12 mánuðum frestað því að fara til tannlæknis og það eru konur sem að frekar fresta þessu og það er alveg sláandi að aldurinn 25 til 34 ára að þar eru með 52% þeirra sem í þeim aldursflokki sem hefur frestað því að fara til tannlæknis.
Og hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur það að fólk hefur ekki nógu milli handana og frestar þessum hlut frekar heldur en einhvern öðru. Hefur verkalýðshreyfingin látið sig þetta mál varða á einhvern hátt? Við höfum náttúrulega verið í viðræðum við stjórnvöld gegnum alla samninga og náttúrulega alltaf verið að tala um velferðarkerfið að það þurfa að bæta og leiðrétta stöðu þeirra sem eru á lægstu laununum. Þeir hafa ekki efni á því að fá þessa þjónustu. Þess vegna höfum við barist fyrir því að velferðarkerfið verði ekki svona dýrt eins og það er. Hvað ætlið þið að gera við þessa könnun og hversu þýðingamikið að gera slíkar kannanir með svona reglulegum hætti eins og félagið hefur gert? Já, þetta náttúrulega segir okkur söguna, þetta segir okkur alveg hvernig þróunin í bæði eins og sambandi við laun, vinnutíma og margt annað þarna sem við erum að skoða. Og þetta gefur okkur náttúrulega aukna möguleika til þess að segja nákvæmlega hvaða hópur með þessi laun og hinn launin. Áður kannski var þetta svona meira að maður hafði einhverja tilfinningu en nú höfum við staðrendir. Og svo bara eins og þetta með margt annað sem við erum að skoða þarna að þá höfum við möguleika til þess að sækja fram og berjast fyrir þeim málum sem að miður fara eftir það við fáum svona könnun eða sem fáum í þessari könnun. En hvað segir hinn almenni félagsmaður þjónustu félagsins? Já, það nú það sem stendur bara eiginlega upp úr könnunni að það eru 97% félagsmanna sem ekki ósáttir við þjónustun okkar og þetta bæting frá því í fyrra. Það eru 3% félagsmanna sem eru frekar óánægðir. Það engin mjög óánægðir með þjónustuna og þetta gefur okkur alveg seglinn með það að standa okkur ennþá betur. Það eru 3% sem eru frekar óánægðir og við þurfum að ná þeim yfir á hinn kantinn. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.